Það brottnámstilfelli í þessari bók, íslensk kona, bara hátt sett í sínu starfi, vildi ekki með neinu móti koma fram undir nafni. Sem talaði við þig? Já, ég tek viðtal við hana. Þetta kona sem ég þekki persónulega og hef unnið með og búin að þekki hana persónulega í örugglega 10 ár. Það sem að hún upplifir að það koma held ég 7 bara klassískar Grace geimverur inn í herbygginar þar sem að hún og býr ein. Þetta inn í Álafoss kvosinni, þarna upp í Mosó og þarna með lítið barn sofandi í litlur barnarúmi við hliðina á sér og þar koma þarna yfir henni, standi yfir henni, hún lamast algjörlega í rúminu og þeir standi yfir henni og hún finnur fyrir miklu svona tilfinningarlegum doða og svo bara dettur hún út. Það næsta sem hún man að manneskjan hangir í lausu lofti fyrir ofan fossinn eins og hún sé algjörlega krossfest og það eitthvað svona hátíðni hljóð eða orka sem bara umlykur allt svæðið í kringum hana. Hún horfir niður á húsþakið á gömlu Álafossverksmiðjunni, sér hérna Úlfarsfellið þarna bara fyrir fram að sig og svo horfir hann yfir fossinn og þar bara eitthvað, 20 metra diskur bara yfir fossinn svo hún slegin aftur út og þetta saga sem að hún segir mér náttúrulega bara í trúnaði en ég mátti deilinu, ég mátti skrifa þessa frásögn í bókinni en ekki undir neinu móti vildi hún koma fram undir nafni.